Komið sæl og velkomin í þáttinn Öryrkjaráðið á Samstöðinni. Ég heiti María Pétursdóttir og ég ætla að vera með ykkur næsta hálftíman ásamt góðum gesti og nú Grími Atlasyni sem framkvæmdastjóri Geðhjálpar. Velkomin Grímur. Takk. Heyrðu, mér langar aðeins að spyrja þig út í það sem búið að vera í gangi á Geðhjálp. Það búið að vera ansi mikið að gerast núna hjá ykkur. Já. Það er ýmislegt í gangi. Ýmislegt í gangi. Þið voru núna í átakinu 39 ásamt Píeta-samtökunum, afhentuð síðan undirskriftir, svona áskorun á stjórnvöldu að fara í einhverjar meiri aðgerðir í geðverndamálum. Getur aðeins sagt mér frá þessu átaki? Já, ég get gert það. Við fórum af stað við á Píeta-samtökin, við sátum og hugsuðum þetta í svolítinn tíma. Það voru nokkur markmið hjá okkur. Fyrsta markmið var í rauninni að koma bara með þessa tölu fram, sjálfsvíg á Íslandi. Svona horfast í augu við þá staðreynd að það taka bara ansi margir sitt eigið líf og ansi margir ungir til dæmis, ungir karlmenn, þetta algengasta dánarorsök þeirra. Og vildum í rauninni svolítið afhelga þessa tölu. Það var svona fyrsta markmiðið og horfast bara í augu við það. En aðalmarkmiðið var samt sem áður að fara svona frá afleiðingaþætti geðheilbrigðismála eða geðheilsu, afleiðinga þess að missa geðheilsuna í stuttan eða lengri tíma eða hvað það er, að vera að kljást við geðrænan vanda yfir í það að skoða orsakarþætti geðheilsu og geðheilbrigðis, fara það sem við köllum fyrir ofan fossinn. Já. Og við vildum, og það var það sem við vorum að gera í rauninni, það var að nota töluna til þess að svona, ná athygli og afhelga töluna og fara síðan og ræða hvað við getum gert til þess að bæta geðheilsu. Og við vildum setja geðheilbrigðismál og geðheilsu í forgang. Og það þarf að gera það í rauninni miklu fyrr en gert núna og við þurfum að setja meiri áherslu á vendandi þætti geðheilbrigðis í stað þess að vera í afleiðingunum sýnt og heilagt og þær eru eins og við vitum öll oft mjög alvarlegar og meðal annars það að taka eigið líf. Þannig við gerðum þetta þannig og síðan endum við á þessu að taka saman 9 aðgerðir sem við viljum setja í forgang og þær beinast vissulega að stjórnvöldum en við öll erum hluta af því, við mögum ekki gleyma því og þú veist að sýna þetta og reyna svona að fá fólk til þess að segja já, ég tilbúin að gera þetta, ég tilbúin að við séum þetta eitthvað sem ég vil fá ofar á forgangslistan í stað þess að vera í afleiðingunum og í rauninni kannski ekki sinna þessu. Þannig við tókum saman 9 atriði sem það er að kynna sér á 39.is ennþá og þar verður það og síðan erum við alltaf að minna á þær á samfélagsmiðlum og afhendum stjórnvöldum þessar aðgerðir líka. Já. Mér varst svolítið athyglisvert að lesa Geðhjálparblaðið núna og það er svolítið svona samanburð, maður getur svolítið svona skoða samanburðin á því sem að Héðinn Unnsteinsson vitnar í þarna fyrir 20 árum þegar hópur fólks á vegum Geðhjálpar stóð fyrir og embætti landlæknis og heilsugæslan stóð fyrir einhvers konar verkefni líka í geðrækt og þar eru svona ýmis áherslumál líka og þau eru pínlítið öðruvísi heldur en einmitt þessi í dag. Það er svona, það er svona punktar þar eins og að það var eitt sem var merkt sem markmið að koma í veg fyrir óbeinan kostnað tengdan geðröskun, draga úr samfélagslegri byrði og kostnaði, þetta var mikið svona einhvern veginn. Já, kostnað. Já, svolítið svona kostnaðafókus og og fyrsta sem ég hugsaði þegar ég las það var svona, já, í staðinn fyrir kannski að leggja áherslu á að gefa í forvörnum.
Sko, ég held samt, sko, þetta allt auðvitað hangir saman og stundum það kannski bara það sem í samfélaginu hverjum tíma hvað kveikir á. Við til dæmis, sko, við getum verið að horfa á eitthvað fyrir 20-30 árum, bara fordómarnir sem eru reyndar enn fyrir hendi, þeir voru meiri og svona frumkvöðlar eins og Héðinn og annað fólk innan geðhjálpar og fleiri aðilar sem hafa verið frumkvöðlar í starfinu, að þeir, sko, í dag finnst okkar ekki tiltökumála að koma og segja já, ég með, var greindur með geðhvörf eða hvað það ég meina, fólk sem var til dæmis greint með geðklofa var bara stimplað út úr samfélaginu, þetta var bara svona HVV-stimpillinn, þú bara getur aldrei neitt. Og þá á þeim tíma að ræða þetta, þá kannski það að auðveldar að koma eitthvað svona peningavingil, þá hlustaði fólk. En ef við megum samt ekki gleyma því að fordómar eru enn fyrir hendi og við sáum það bara núna síðast í mjög vel leikinni seríu ráðherrann að okkar mati hér í geðhjálp og margra annara að þá þetta mjög í rauninni gamaldags nálgun á viðfangsefni geðhvörf. Þú veist, það var lengi sem að þetta var auglýst sem eitthvað maðurinn með geðhvarfasýkina, sko, og það svolítið orð sem ætti að vera farið úr íslenskri tungu. Þú smítast ekki þetta geðhvörfum og svo þetta einhvern veginn að útkoman, hún var svo dramatísk og drastísk og svona þessi stereótýpa af einstaklingi í uppsveiflu eða oflæti eða manju eða hvað þú kallar það, hún var svo ofsafengin og það var allar klisjurnar, þú veist, kynferðis, þú veist, það var allt notað og þetta þetta bara í rauninni gamaldags hugmynd. Jókerinn eins, hún var rosa vel leikin, svo bíómynd og allir að dásama hana og frábær og tónlistin og allt, ég geri ekki, þú veist, en það bara þetta ákveðin svona hugmyndafræði, þú veist, þeir sem ekki stabílir, að þeir einhvern veginn eru meiri hætta á að þeir beiti annað fólk ofbeldi. En svo eru bara rannsóknir sem sýna að það rauninni þannig að það þeir sem eiga við geðrænar áskoranir að stríða, að þeir eru 10 sinnum líklegri að verða fyrir ofbeldi. Líka kerfisbundnu ofbeldi og slíku, þannig að við erum það enn fordómar og sem við þurfum að horfast í augu við og reyna að breyta. Já, akkurat. Hafið þið fengið einhver viðbrögð við þessum undirskriftum frá einhverjum til dæmis ráðherrum? Já, við höfum fengið mikil viðbrögð og svona heilbrigðisráðherra sem það verður og bæði í rauninni félags- og heilbrigðisráðherra hafa verið mjög vinnveitt, eru bara, þau láta sig geðheilbrigðismál varða. En við vitum alveg líka að þetta snýst fjármagn og annað, þannig að það lítið sem að virðist hægt að gera oft, en það verið að þú veist, eins og ráðherra sagði, þá taldi hún upp að það var ýmislegt þarna sem væri í vinnslu og annað, en við teljum það bara vera lítið og til dæmis fyrsti punkturinn okkar að gera heildarúttekt á framkvæmd geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi, það mjög mikilvægt að gera það. Og það kallast alveg á við það sem við erum að tala í varðandi Arnarholt og heimili liðins tíma, þar sem við ásamt Þroskahjálp fórum af stað með að óska eftir rannsókn Alþingis, eða Alþingi myndi beita sig fyrir því að setja þeir réttan farveg, að þeir einhvers konar rannsóknarnefnd sem að tækja á þessum málum fullorðina einstaklinga sem voru vistaðir hingað og þangað, en líka nútíman. Því að nútíminn líka hluti sem verður að skoða og það ennþá jaðarsett fólk sem hefur veika rödd, sem að við verðum að vera rödd fyrir og berjast fyrir að fái í rauninni að þeirra réttindi séu tryggð. Og það svona, það hlutur sem við teljum að sé mjög mikilvægt að gera
Og síðan þetta sem að kemur kannski inn á það sem við tölum kannski á eftir eins og þessar greinar sem voru í Geðhjálparblaðinu sem að snúa að svona mælikvörðun geðheilsu. Það síðasti punkturinn okkar að koma að fót geðráði. Þar erum við að tala til þess í raunin að geta kannski fylgst svolítið með þegar að eins og núna í þessu árferði, þessu sem að ganga á, að þá erum við bara beintengd inn í, þú veist, framhaldsskólarnir. Hvernig er raunveruleg staða barnanna sem þar? Hver er raunveruleg staða? Nú er ég bara að tala um það sem á að heita venjulegt fólk. Það er ekkert svoleiðis til, en sumir halda það. Að hvernig er staða íþróttamanna, afreksíþróttamanna til dæmis? Þetta eru alls konar svona hópar sem að eru með sko, svo eru gerðar einhverjar kannanir og það kemur í ljós að 50% af þeim glími við einhvers konar depurð núna. Og síðan förum við, og svo hvernig er staðan á Landspítalanum sem hefur þurft að takmarka og loka deildum og fleira. Hvernig er staðan í grunnskólanum og þetta eru hluti sem er svo gott að hafa einhvers konar mælaborð yfir. Í dag er það ekki fyrir hendi, það er á nokkrum stöðum, það er einhver félagsþjónustan í Reykjavík gerir eitthvað og landlæknir eitthvað. Við viljum geðráð, það sem eru notendur, það sem eru þjónustuveitendur, það sem eru fagaðilar og þeir eru bara með þetta á hreinu og geta þá gefið sko rétt eins og við erum að mæla rétt eins og við erum að mæla í næstu götu hvernig gengið er og gengisþróun og verðbréf eru og hvernig það mun hafa áhrif á þjóðarbúið, þá eigum við að hafa einhvers konar lýðheilsu mælaborð og þá er ég ekki að tala það sem landlæknir heldur utan núna, heldur miklu öflugra sem getur og það á að vera það sem vera ráðandi í okkar daglega lífi held ég, til þess að í rauninni að við séum svolítið að taka á þessum mennsku hlutum. Ég hef svona svolítið fengið smá persónulega innsýn inn í bæði sko hvaða þjónusta er í boði á sveitarfélögunum varðandi geðheilbrigði. Og það er einhvern veginn mjög takmarkað og þeir vísa einhvern veginn bara út í bæ, voðalega mikið, félagsmálastofnun og eitthvað svona ef fólk þarf aðstoð, þá bara vísa út í bæ og engapraxis, það er bara ekkert í boði. Þannig að allavega mínu sveitarfélagi. Nei, það er því miður ekki mikið í boði. Nei, og svo þekki ég líka til varðandi sko bara inn á geðdeild að þar er enginn bara nákvæmlega 0 einhvern veginn aðstoð fyrir til dæmis aðstandendur. Og fólk sem er bara mjög lasið á geði er bara þarf einhvern veginn að berjast fyrir því að fá innlögn og þá fara kannski innlögn í 3 daga. Þetta er einhvern veginn, þetta kerfi er orðið alveg óboðslega furðulegt. Ég hef haft svona smá glugga inn í geðheilbrigðiskerfið í ansi mörg ár og ég í gegnum bara aðstandendur og finnst þetta núna vera orðið bara hræðilegt. Öllum vígstöðum. Já, ég held að sko, það er bara þannig og við vorum með málþing hér í síðustu viku börn sem aðstandendur. Og við hefum verið með marga aðstandendafundi hér og lýsingarnar eru mjög á þá leið að til dæmis bara, og við spyrjum, af hverju er það þannig? Ef ég leggst inn á krabbameinsdeild eða hjartadeild, hver er munurinn á því eða leggjast inn á geðdeild? Það ætti náttúrulega að vera þannig að því að það sem tengist geðinu er nú oft svona meira huglægt og ætti þá að vera mjög mikið svona þannig svona nálgun á málin. Varðandi til dæmis börn, foreldrarnir eru lagðir inn eða maki er bíða fyrir utan eða eitthvað slíkt sko. Það virðist ekki vera til þess að yfirfærslan af mjög frábæru systemi inn á krabbameinsdeildum og fleiri stöðum þar sem að fólk liggur og er kannski dauðvona eða með alvarlegan sjúkdóm að nálgunin er svo allt önnur. Hún er allt önnur og það er búið að tala um þetta sko og við vitum það líka. Til þess að áföllin sem verður fyrir, til dæmis sem barn, ef þú býrð við bæði náttúrulega, við getum talað um fíkni og vímuefna vanda foreldra og svo þú býrð við foreldra sem eiga við mikla geðrænar áskoranir að glíma við geðrænar áskoranir í lengri eða skemmri tíma. Þetta verið mikil áföll fyrir börnin og það að vinna í því á þeim tíma sem þetta er í gangi, þetta algjörlega
sko svo mikilvægt að því að seinna meir vita allir að áfallasagan er það sem að fylgir okkur síðan inn í lífið og við erum að glíma, við sjáum þetta inn á upp á Vogi og við sjáum þetta allir þessir einstaklingar eru með einhvers konar áfallasögu, fangelsin og allt þetta. Þannig að það að investera ekki í þessu er óskiljanlegt. Þannig að þetta er alveg rétt. Það er alveg óskiljanlegt. En en þeir eru búin að vera með mjög mikið að einmitt svona núna bara í nóvember sá ég að sko ég horfði einmitt á þetta málþing aðstandendur. Ég ætla að reyna að fá hana Sigríði hérna í viðtal til mín einhvern tímann. Við munum líka hennar sko málþingi kemur upp núna á netið hjá okkur væntanlega í dag eða morgun og þá ætlum við að dreifa sérstaklega hennar sögu af því að hennar saga sem hún sagði þarna hún er ekki gömul kona, hún er rétt 30 þannig að þetta er nútíminn í sjálfu sér. Það er ekkert mikið, það er ekki langt síðan hún var í þessari stöðu og við heyrum af þessum málum við þekkjum til í grunnskólunum, við þekkjum til á leikskólunum, við þekkjum til úr í rauninni mæðravendinni og þú veist því öllu saman og sko ef við myndum investera eða sem fjárfesta þarna þá er svo mikla líkur á að við fáum það bara manneskjulegra líf og meiri möguleika fyrir fólk. Ég held að þessi niðurgreiðsla sálfræði þjónustu sé alveg lykilpunktur þarna í listanum ykkar og það er ekki auðvitað búið að samþykkja það en það er ekki komið fjármagn í það virðist vera sem er bara, eitthvað sem það er mjög mikilvægt og reyndar kannski eru sumir sem að segja og ég er nú kannski svolítið sammála því að sálfræðingar eru allra góðra gjalda verðir og eru bara eiga allt gott skilið og eru mjög mikilvægir. En það eru aðrir meðferðaraðilar líka sem að því meðferðarsamband einstaklings við meðferðaraðila sinn, það er unni skiptir eiginlega öllu máli. Og það getur verið að það hendi mér að tala við einhvern annan. Og það getur við einhver sem er ekki með klíníska menntun úr sálfræði einhvers staðar. Ég svona, sko, þetta, út í heimi er svo mikið talað samtalsmeðferð. Samtalsmeðferð bara, og það getur verið einhvers konar þerapisti. Og sem er ekki, sem kemur úr annarri átt. En þetta er kannski svona eitthvað sem við vonandi í framtíðinu munum skoða, en það er gríðarlega mikilvægt að þessi niðurgreiðsla stegi sér stað, því að fólk verður að geta komist og núna sérstaklega þegar að fólk bara þorri almennings er kannski að upplifa það sem að margir sem búa á jaðrinum upplifa daglega reyndar, þessi einangrun, að hún hefur ekki góð áhrif og það verður að vinna í henni. Já, og svo líka bara, ég held líka bara, sko, bara upp á alla svona öll áföll sem að fólk er að verða fyrir, bara að það fá einhvern veginn strax áfalla aðstoð. Já. Og ég held að það eitt og sér getur gert alveg rosalega mikið gagn. Það gerir bara mikið gagn að fara í gegnum hlutin á þeim tíma sem þeir að gerast. Sko. Mér er svo magnað eiginlega sko, að það er, ég meina, fólk fær sko, áfallahjálp ef það lendir í snjóflóði eða einhverju svona náttúruhamförum. En það fær ekki áfallahjálp sko, ef það verður fyrir bara kynferðisofbeldi eða einhverju svona bara drastísku öðru. Sko. Já. Og líka það sem er kannski mjög alvarlegt að þvinganir, hlutur sem við tölum þetta líka, þvinganir og nauðung, að það eru mjög margir sem það er fólk sem að býr við það að hafa verið nauðungavistað og þvinga til að taka inn lyf eða sprauta í það lyfjum og fleira, sem er að glíma við það áfall. Já, því það er í áfalli eftir þessa svokölluðu meðferð. Og við hefum bent á það að þetta þurfi í rauninni það þurfi að hjálpa þessu fólki að komast í gegnum það. Við viljum auðvitað afnema þessa þvinganir og bara hreinlega úthýsa þeim algjörlega að fólk á að vera að velja það hvort að taki einhver lyf eða ekki og þá er í boði lyfjalausa deildir eins og í Noregi og aðrar nálganir eins og Open Dialogue sem að kemur frá Finnlandi og hefur verið beitt með góðum árangri í staðinn að vera í þessu gamaldags kerfi okkar og það snýr líka þessu öðrum lið sem við erum með sem er að
að byggja nýtt húsnæði undir geðsviði Landspítalans, svo það er líka að skoða, það er ekki punkturinn, en það þarf að taka líka deildin á Akureyri, þetta er ekki fyrir fólk því miður, það eru bara algjörlega og það er allir sammála okkur og þetta hefur mikil áhrif á held ég starfið líka, þó að kassin er ekki að stýra því, þá er það þannig, þú ert ekki með náttúru eða neitt, þú ert ekki með garða, þetta er allt saman meira og minna. Einmitt. Ég heyrði eitt varðandi geðdeildina líka á lyfjanotkunina sko, því þú fórst inn á það að þar sem fólk hefur verið leitað á geðdeild vegna ofboðslega mikils kvíða vegna í rauninni fátæktar og aðstæðna sinna. Það er kannski grunnorsökin og svo er fólk sett á geðlyf og það á einhvern veginn bara láta sig batna í staðinn fyrir að sko, það er einhvern veginn fær ekki aðstoð við að ráðast á rót vandans. Nei, það er hluti af því sko, þetta er sko, við höfum nú rætt svolítið sko, fjöldi örorku þega á Íslandi og kannski þá erum við ekki að tala kjarabarátta, þetta er algjörlega fyrir utan kjarabaráttuna sko. Það er bara afstaðan einhvern veginn í samfélaginu og hvernig þú veist vinnan með fólk snemma, þú veist, börn sem að hafa aldrei, sem í rauninni er að bíða eftir að komast á endurhæfingarlífeyrin, hafa aldrei verið hæfð. Það er engin hæfing sem átt sér stað, þeir hafa bara verið jaðarsett út af einhverju, meðal annars fátækt og kannski erfiðleikum heima fyrir og annað og skólakerfið hefur ekki hentað. Við erum svona ítum þessu fólki bara svona hægt og rólega í einhverja átt að því að vera kannski, ég meina ef þú lifir til áttarasa þá þú veist, þú hefur lífið bara ýtt þér út á kantinn strax, dæmdið þú leið. Bara dæmdur utan vinnumarkaðar. Já, og við þurfum að fara, þú veist að fólk, það geta allir gert eitthvað og þú veist, við eigum einhvern veginn að búa til kerfið þar sem allir geta gert eitthvað og eru þátttakendur í samfélaginu og í rauninni, þú veist, að því að fólk svona upp til hópa vill gera það, en þegar þú lemur fólk niður, fyrir ekki orðbragðið, þetta er nú kannski ekki, en því miður, við þurfum einhvern veginn að snúa þessu við í svona einhvern veginn að við værum virknibandalag, öryrkjabandalagið, virknibandalag, svona líka. Já, það er samt, sko, þetta er náttúrulega aðgerðir sem að kannski, sko, stjórnvöld þurfa, það verður að vera til virkni úrræði og það verður að vera til. Ég er sammála því, það þýðir ekki að breyta nafninu og bara vera að berjast fyrir einhverjum sem ekki, ég meinti það ekki þannig, alls ekki. En svo eru náttúrulega bara sumir sem að geta ekki unni og það eru bara óvinnfæri og það heldur ekkert að kannski pína þá til að vinna. Nei, þú veist, það er bara það að vera með í einhverju, þú veist, við ítum fólki bara upp í einhverja, þú veist, sammála, við erum kannski með stór komplex þar sem allir búa, skiljum. Og það er bara þeirra endastöð og það er ekki, þú veist, við eigum fólk á reist fólks og bara einhvern veginn að styðja fólk við að eiga líf og einhvern veginn við að geta umborið hvert annað. Það er dálítið skortur á því. En mér langar aðeins að tala líka greinina með þína varðandi orsakir. Mögulegar orsakir og það er svolítið svona viðanveld varðandi mögulegar orsakir fyrir því að heilbrigðis eða hvað segir maður, geðröskunum hefur fjölgað, ég meina öryrkjum hefur hlutfallslega allavega, þeim hefur hlutfallslega fjölgað í þessum í ákveðnum aldursflokki til dæmis hvað varðar geðsjúkdóma og þú ert að tala munin á strákum og stelpum og skólakerfið og eitthvað slíkt sem að er mjög forvitnilegt og tala skólakerfið sem bara svona 500 ára gamalt fornaldarkerfi að mörgu leyti. Það er, sko, það er þannig að kannski, ég ætla ekki, þú veist, maður kastar því fram, 50% barna bara fari gegnum skólakerfi hvernig sem það væri. En skólakerfið í eðli sínu er byggt á svona eftir innbyltinguna þurftum við að fá ákveðin fólk, veist, í gamla daga var þetta bara einhverjir svona örfáir skólars sem að fenga að fara og háru kallar, en það var ekki þar með sagt að það væri eitthvað hentað eitthvað köllum betur, þá bara feðraveldi hélt konunum bara frá því og
Síðan núna kannski svona á 19. öld að þá fer þetta, þá þarf að mennta fólk til þess að stýra verksmiðjunum og gera þessar hluti sem þarf að gera, verkfræðingarnir og þetta, og það ennþá karlmenn. En síðan svona á 20. öldinni fara að fá konur að koma af stað og þá kemur kannski ljós að eins og í menntaskólanum í Reykjavík 1930 þá eru einhverjar konur á gagnfræðideild og þær voru skora hærra námslega. En svo hefur svo sýnt sig að þær skora yfirleitt hærra námslega. Kerfið hendar ákveðinni, það er ákveðið svona sem hendar í kerfinu fyrir ákveðna tegundur af fólki. Og þetta eru karlmenn þar líka en þær voru náttúrulega flestir fóru bara í einhverja verkamannavinnu á þessum tíma. En síðan kerfið einhvern veginn breytir svo lítið, það eru lítið en það að nú eru bara allir settir í það. Og allir þurfa að fara í gegnum það og kannski grunninn það ennþá svona vanstillt hvað þetta varðar. Við erum alltaf að búa, það er að sníða mörg okkar svona eins og eitthvað stykki. Við setjum svona pipakókmót á okkur og það verður bara til rosa flottur Óli Prigg eða eitthvað, ég veit það ekki, að pipakók kallinn. En svo aðrir sem bara ekki auðvelt að sníða svona af. Og það sem gerist alltaf í kerfinu, að þó að þetta heita, nám fyrir alla og allt það, þá fara þessir einstaklingar að rekast svona á og einhvern veginn og ýmislegt líka eins og þetta er svo langt mál eins og Hermundur hefur bent á með lestrarkennslu aðferðir og annað sem hafa bitnað að hans mati og rannsóknir hans sína á strákum. Já, að þetta svo kerfið þannig að við færðum skólana frá ríki til sveitarfélaga og þá var skrifað inn í jöfnunarsjóðinn ákveðin klausa varðandi greiningar og varðandi fatlanir og það myndi fylgja ákveðið fjármagn. Það er svona greiningahvetjandi. Já, þetta fannst mér mjög athyglisverður punktur einmitt hjá þér. Hvernig þetta hefur orðið svona greiningahvetjandi. Ég meina það og svo náttúrulega það líka að DSM-kerfið, DSM-4 og DSM, sem þar fjölgunin á greiningum, hún alltaf það er bara skrifaðar 100 nýja greiningar á milli binda. Nú eru þarna 600 og eitthvað greiningar. Og þannig að án þess að það hætta á því og það er ákveðin frysnivandi með þetta að þú ert einhvern veginn kennari og bara sveittur og yfirleitt sveitt af því að 80% kvenna eru að stunda kennslu og með fáir karlmenn að það er óþolandi og ég verð að gera eitthvað og svo þá ertu greindur, það er einhvern veginn og það er líka við skoðum þetta síðan í samhengi við önnur lönd að þá erum við alltaf 100% hærri, bara í öllu. Við erum 100% hærri í greiningum, heldur í næsta land á Norðurlöndum. Og við erum 100% hærri í ADHD-lyfjanotkun við næsta Norðurland. Við vöxtur í þunglyndis og kvíðalyfjum er gríðarlegur. Og það þurfa, og svo það hitt, og það eru börn sem þarf að greina. Og ég er ekki að stuðla að ýta við ykkur í greiningaskömm. Það eru börn sem þurfa lyf. Það er bara þannig. Það getur bjargað lífi barna, það getur bjargað lífi fólks að taka lyf. En þegar þú fættir læknis, þá er enginn sem akkur situm við ekki með lækninum og hann fer yfir pros and cons. Þetta er þú tekur þetta lyf það hefur þessa frábendingar eða það eru aukaverkanir og svo er svona, þetta hefur þessi áhrif og svona. Út frá því tökum við ákvörðun. Það er ekki gert. Þannig að mér finnst, og þetta er auðvitað út frá gögnum, út frá tölum, að vandi skólakerfis og samfélagsins, því að þetta er líka samfélagslegt vandamál. Við öll sem samfélag viljum bara að börn séu þarna inn á einhverjum stöðum og viljum að börn fari gegnum skólan og viljum að þau séu sem lengst á þessum stöðum. Að með því gera það að þá, og svo þurfa allir að sitja og gera eitthvað og kerfið er frekar einsleitt og svona, að þá verða til einhvers konar frávik sem að ég held að ætti ekki og við höldum ætti ekki að vera frávik og mjög margt, hvað er normal og þetta er ekki einfalt patent eitthvað Nei, það er svo margt sem það er að gera. Þetta er nefnilega ekki einfalt mál varðandi greiningarnar líka því þetta er líka, ég hef svolítið rætt þetta það er ein kunningakona mín Ingibjörg Elsa
nei, einhverfu og Já. geðröskun og tjáir sig mikið á Facebook greininguna sína og einhverfuna sína, sérstaklega. Og og hún fær ofta að heyra það einmitt að þú ert nú bara alveg ágæt eins og þú ert, Ingibjörg mín, og hættu nú að tala alltaf þessar greiningar. En það skipti alveg rosalega miklu máli fyrir hann á sínum tíma til dæmis að fá þessa einhverfu greiningu. Af því það skýrði svo margt, sko, út af hverju hún var að rekast á veggi á vinnumarkaðnum og annað. Þannig að þú veist, þetta var alveg svona, já, þetta skiptir hann mjög miklu máli. Og hún hefur einmitt komið í þætti til minn, sko, að ræða þetta. Þetta alveg rétt, sko, þetta skiptir máli fyrir marga. Hins vegar vil ég segja líka, sko, ef við myndum einhvern veginn sem bara manneskjur, einhvern veginn átt okkur á fjölbreytileika lífsins, þá væri, þú ferð að því akkur rekstu á. Hvað það sem að gera það verkum að maður rekast á? Það þetta, við setjum viðmið okkar, eru svo óþolinmóð. Viljum bara... En ég held líka, sko, svo búið að búa til líka svona einhverju stíflur eins og í skólakerfinu var þetta krakka og svona. Ég veit allavega fyrir 20 árum það var þannig að þú varst með barn með greiningu frá taugasérfræðingi og sem að þurfti aðstoð í skólanum og þú gast ekki fengið aðstoð fyrir barnið nema að það færi gegnum greiningu hjá BUGL. Og sko ég meina, þú veist, ég lendi í því að þurfa að setja barnið mitt sko gegn mínum vilja og gegn vilja barnsins inn á BUGL í innlögn í 6 vikur. Þetta bara okkur ofbeldi. Sko þetta sko líka því að það alltaf verið að tala um biðlistana. Það verið að tala um þessa biðlista og biðlista. Mér finnst bara, mín hugmynd væri eða okkar eða margra, þú veist, við getum kannski gert þetta þannig að í staðins að segja þú fær fjármagn til þess að þú veist þeirra búið að greina barnið. Og þá ættir hún að segja þegar þú leysir vandapass færðu fjármagn. Akkúrat. Ég bara þá að því við erum alltaf að setja börn í einhverja biðraðir eftir einhverju. Og svo gerist í sjálfu sér ekkert. Nei. Það var ógleymanlegt sko þegar ég var skilafundur af BUGL með mínu barni og skólinn fékk þau skilaboð, já þið ættu kannski að hlusta aðeins betur á foreldrana. Það var svona bara niðurstaðan. Þú veist, barnið bara nákvæmlega eins og foreldrarnir sagði ykkur og þið ættu bara að hlusta betur á þau. Það mjög oft þannig. Þetta alveg rosalegt. Hvatinn þetta svona. Já. En þú talar einmitt í þessari grein, bara ég ætla að mæla með þessari grein að lesa þetta. Þú talar einmitt Reggio Emilio. Það var 100 tungumál. Ég mjög hrifin af... Tökum 99 af þeim. Þetta las maður í Þroskaðilaskólanum og ég var mjög hrifin af. En það eru staðir. Ég var að lesa mitt bara grein núna í morgun tilraun Péturs Þorsteinssonar á Kópaskeri með grunnskólan þar. Og svo svo Núskólinn í Hafnarfirði og fleiri Norðlingaskóli gerði mjög skemmtilega tilraunir og það eru grunnskólinn á Sauðárkróki líka, að það voru skólar að gera hluti og að gera hluti sem eru frábærir. Þetta það skólastarf sem maður veit að framsæknir og góðu kennarar geta haldið utan og gert og það bara börnin sem kom út úr þessu, þau fengu bara að vera þau og eru bara að blómstra meðan að hinn sem fari gegnum eitthvað sem virkar ekki en þetta ekki bara, ég ætla ekki að kenna bara kennurum þetta eru samfélagið Já, en það held ég að þetta sé ekki kennurum að kenna sem slíkum, sko. Nei. Ég held að stefnan inn í skólanum og hvernig bara skóla, einhvern veginn þróunin hefur orðið og mórallinn í stofnununum og já, ég held að þetta bara, það erfitt að breyta, held ég. Það þarf að breytast líka ofanfrá. Einhver sem stýrir skólanum. Þannig en já, heyrðu, ég held að við séum alveg runnin út á tíma. Ég þakka þér alveg kærlega fyrir að koma og ræða þessi mál við mig, Grímur. Og ég vona að ég fá hana Sigríði til að koma einhver tímann í framhaldinu og ræða. Já, vonandi. Já, þannig að í millitíðinni bara, já, þakka þér kærlega fyrir og Takk fyrir kærlega. Já, takk ykkur kæru áhorfendur fyrir áhorfið og ég minni á Rauðaborðið hér í kvöld. Sjáumst í næsta þætti. Takk. Takk.